Alfreð, þetta lítur að vera mjög svekkjandi. Já, það bara nákvæmlega rétt orðið og það svona tilfinningi sem allir voru með í klefunum í þessu hvernig leikurinn þróaðist. Eigum við bara að skora nokkuð mörk í fyrri hálfleik. Vantar svona gæði í síðsendingar og slúttinn og það bara svekkjandi. Við fengum færin og þeir voru svona að gefa okkur færin líka og við vorum að setja góða pressa á og þannig að bara gríðarlega svekkjandi. Það eitt mjög gott færi snemmaleiks þegar þú fær boltan frá Alberti. Hugsaðir aldrei að skjóta sjálfur? Jú, mér fannst boltinn aðeins svo langur, ég vilja fá hann í rennuna náttúrulega bara og geta skotið í fyrsta. En það sem að varnarmaður var búinn að setja stöðu að reyna að loka skotið, þá fannst mér bara ákvörðun sem að tekur á millisekúndu og þetta gerst aftur, þá ég náttúrulega hefði væntanlega skotið á markið eða koma honum betur. Þetta var bara ekki alveg nógu vel gert hjá okkur báðum, þannig að við áttum að gera betur úr sér. Alltaf að vita frá fyrstu mínútu að þú værir aðal vítaskipta liðsins. Já, verið það í síðustu leikjum og undirbý mig alltaf þannig því að ég var það á blaðinu þannig að ég reyndi að gera það eins og maður á að gera. Hvernig svona undirbúrið fyrir þessari vítaspyrnu? Vissirðu fyrir leik hvar þú myndir skjóta og svoleiðis eða? Já, ég reyna að æfa mig í vikunni, taka svona 5-8 víti eftir hverja æfingu og búinn að skoða hvernig markmaðurinn og gera minn heima undirbúning og svo náttúrulega snýst það bara að hitta bolta vel líka og fór það sem hann átti að fara. Þegar þú fer út af, þá tankurinn búinn bara? Nei, ég átti alveg einhverjar mínútur eftir, alveg 10 mínútur korter fannst mér. En ég held að það var kannski með þetta þjálfarinn að fá ferskar lappir inn á og vorum aðeins að setjast aftar og vorum að missa tökin aðeins á leiknum. Þannig að það bara gott og vel, ég var tilbúin í meira en bara, við þurfum líka að vera með góða og ferska leikmenn á bekknum þannig að við erum að reyna að nýta hópinn og bara leiðilegt hvernig þetta endaði. Þessi staða, 1-1 í hálfleik eftir frábæra spilamennsku á mínum mati, var þetta mikið svekkelse að vera ekki yfir í hálfleik? Já, eins og ég sagði áðan, við eigum alltaf bara klárin að leika á fyrstu 20-25 mínútunum með öllum sem færum og sem mistök sem þeir að gera, þeir voru skítrættir. En þegar við gengum ekki að lagi þá fá þeir sjálfstraust og skora gott mark og þannig eru fótboltaleikir ráðast á svona atriðum og sérstaklega svona jafnir leikir á móti jöfnum liðum. Þannig að þetta er bara okkar eigin klúðurinn er að skora ekki 2, 3, 4 mörk í byrjun fyrri hálfleiks og bara gera út úr leikinn. Er mikið áfall að missa Aron úti í upphitun? Já, ekki spurning. Ég held við þurfum ekkert að ræða það neitt frekar hversu mikilvægur Aron Einar er fyrir íslenska landslið. En ef hann getur ekki beitt sér 100% þá er betra að fá ferska mann inn og reyðilega aðeins skipulaginu en við áttum samt sem ára að vinna þetta lið með það vaxstillingu sem við vorum með. Hvernig var að spila bara fyrir nokkuð þéttsetinn Laugardalsvöll? Það var geggjuð stemming á vellinum og bara hrikalega gaman að fá að upplifa þannig stemmingu aftur og bara raunverulega þetta við hefum ekki gefið meira fyrir peninginn því að þetta var opinn og skemmtilegur leikur held ég í fyrri hálfleik, lokaðist aðeins seinni og komið þreyta í menn þannig að bara svekktur að geta ekki fagnað með áhorfendunum í eftirleik. Klárið að byrja á þriðjudaginn? Já, ekki spurning. Það er einn leikur fyrir frí og maður mun einhvern veginn tjastla sig saman og vera klár. Takk fyrir þetta. Takk fyrir.